Þá lífið í landinu að byrja á Hringbraut. Við ætlum að kenna fólki að girða sig í brók, sérstaklega körlum í herrahorninu hér á eftir. Fólk með Sirrý verður að sjálfsögðu á sínum stað og nú ætlar Sirrý að tala við kunnar knattspyrnukonur. Stelpurnar okkar standa sig langt frá því síður en strákarnir okkar. En við byrjum í sólinni niður í Nauthólsvík. Linda Blöndal. Já, ágætu áhorfendur, það ekkert lát á sumar og sól í Reykjavík og hér við Ylströndina í Nauthólsvík margt manninn, fólk að tínast hingað inn svona rétt fyrir hádegi og reyndar fyrstu gestir mættir bara hérna á morgnana. En hér fólk í sólbaði allan daginn, dag eftir dag og við heyrðum í þeim sem að koma hingað, já svona reglulega og líka þeir sem að koma í fyrsta skipti. Heyrum aðeins í gestunum hérna í Ylströndinni og líka þeim sem að vinna hérna. Já, Bjartur, hvað koma margir hér á svona daglega þessa dagana? Hafið þið tölu á því? Þessa dagana örugglega alveg 300-400 manns en á góðum degi koma hérna 2-3.000 manns. Og hvenær mæta fyrstu gestir? Það bara leið við opnum, meira segja fyrr, stundum 9:30, við opnum 10. Já, ég skil. Og hvað svona að vera hérna aðalega? Er það mest krakkar og fjölskyldufólk? Já, en það líka eitthvað túrista og svo eru alls konar uppákomin eins og bráðlega handboltamótið á ströndinni og það oft fólk bara hringir og með einhverja hugmyndir og við tökum oft yfirleitt vel í það. Þannig að það bara svona, allir gangur á því. Ég sé að fólk að synda hérna í sjónum, það nokkuð að fara á langt út? Það kemur fyrir, en það náttúrulega voru lítið sem við getum í því gert nema bara að skamma það þegar kemur upp úr. Ertu svolítið í því? Það kemur fyrir, já. Þið farið reglulega í svona öryggisrúnda, það ekki? Jú, við löpum svæðið nokkur sinnum á dag, á hverjum klukkutíma gerum við það. Já. Hvernig að vinna þetta? Það bara mjög fínt. Skemmtilegra þegar gott veður, en mjög fínt yfir höfuð. Þetta búið að vera núna alveg dag eftir dag, alveg rosalega gott veður. Þetta ekki bara svo svart og hvítt þegar það sól og svo ekki? Jú, það meira þegar það gott veður að þá fyllist ströndin, en þegar það rigning og skýjað að þá yfirleitt fastagestirnir, þeir koma meira þá. Já. Þeir sem koma að synda hverjum degi. Já. En það verður hérna handboltamót, segirðu, ekkert strandarblak? Jú, það náttúrulega strandblaksvöllur hérna og fólk getur bara komið og nota hans og því dettur í hug. Já, auðvitað. Hvernig það? Skátarnir hérna og mikið svona kannski félög sem að nota þennan stað? Já, við tökum nú ekki mikið eftir þeim, en það stundum æfingar á ströndinni, ketilbjöllur og hlaupahópar og svona sem koma hérna. Og hvenær fara síðan síðustu gestirnir á kvöldin? Við lokum klukkan 7 og þá lokað fyrir pottinn, en ég kem stundum og að fara heim kannski á miðnætti eftir eitthvað staffaskemmtun hérna eftir á eða eitthvað svoleiðis og þá alveg ennþá fullt af fólk á ströndinni. Má grilla hérna, hvernig reglurnar? Það má grilla hérna hvenær sem Við erum með gasgrill sem að fólk getur notað, bara eins og þeim sýnst. Þannig að það má vera hér á ströndinni á kvöldin og vera með pínu partí? Já, svona, í hæfilegu magni. Ekki alveg að hvetja til þess? Nei, en ég meina að fólk má auðvitað nýta sér ströndina eins og vill. Þetta opið svæði og frábært að nýta þessa perlu sem við eigum. Hvernig umgengnin, Bjartur? Umgengnin góð, við erum með líka rusl út á strönd, svo það hjálpar rosa til við að fólk labba bara í þau og hendir eins og, já, bara, og það yfirleitt hreint og fínt hérna og við röltum líka daglega og tínum upp ruslið. Ég ætla ekki að trufla þig lengur, ég sé að þetta strandvörður hérna bak við þig. Já, vissulega. Þetta hann Daniel. Herru, takk fyrir þetta. Já, takk hérlega. Stelpur, eru þið brjálaðar? Eru þið komið hingað oft? Nei, ég hef aldrei farið hingað. Er það ekki? Nei. Ég hef bara farið svona 3 eða 4 sinnum eða, já. Eitthvað svoleiðis? Já, ég farið svolítið oft samt. Já. Eru þið bara mættast snemma á morgnana? Nei. Við erum í skátunum. Já, við erum í skátunum og við komum hérna í ferð. Já, við komum inn í ferð og við tókum strætó og við komum hérna fyrir svolnu mikið síðan, sko. Já, ég held að við komum klukkan 10 eða eitthvað. Já. Ætlaði að vera allan dag? Ég veit það ekki. Við heldum ekki, nei. Nei. En syndið þið hérna eitthvað svona í sjónum? Ég syndi eiginlega ekki, ég var eiginlega allan tíman í heitapottinum og svo fór ég inn í gufuna líka. Já. Ég gleymdi sundfötin þannig ég fór bara að vaða. Það eru gaman að hitta ykkur, stelpur. Já, takk. Það var skemmtur, bye. Bye. Ert þú búin að vera að synda mikið í dag? Já.
Og hvernig finnst þér að vera svona á ströndinni? Kannski aðeins og svangur til þess að svara þessu, komið þið hingað oft? Nei, reyndar ekki. Þetta er í fyrst skipti sumar. Já. Og þetta er kannski svona, já hvað maður að segja, já, þetta er svona alveg ómótstæðilegt þegar það er svona sól. Já, það er það. Ferðu vanalega þá í Laugarnar eða? Já, miklu frekar. Hvers vegna ertu að koma hingað núna fyrst? Já, það var bara að spá fínu veðri í dag og bara skellti okkur. Ferðu í sjóinn? Nei, reyndar ekki. En þau eru búin að fara. Krakkarnir? Já. Það er bara hafið það gott. Takk fyrir, sömuleiðis. Ertu að frjósa úr kulda? Nei. Ertu búin að fara mikið út í sjó? 2 svar? En hefur komið hingað áður og sint? Já. Hvað finnst þið skemmtilegast við að vera hér? Veit það ekki. Veit það ekki. Þú fyrir sundlaugina, Jóhann? Já. Já, ég ætla að fara í sundlaugina. Eru þið að fara? Já. Já. Eru þið búin að vera hérna sín í morgun? Já. Veist, við komum kannski svona 10 litið eða eitthvað svo leiðis. Hvað eru þið búin að vera að gera? Bara að leika okkur. Leika okkur og í sjónum okkar. Og af hverju er það að fara núna? Veit það ekki. Jæja, hvað ert þú búin að vera lengi hér honni í pottinum? Í svona klukkutíma. Ertu mæst snemma á morgnana hingað eða? Við reynum að fara hérna í sjóinn svona áður en að allir koma. Er þetta líkis eitthvað við að vera í útlöndum? Já, sko, því við erum náttúrulega að sækjast eftir hérna sjóböðunum og það er náttúrulega ekki kannski útlöndin. Við fyrir náttúrulega allt árið og það er náttúrulega kallt og já, þannig nú erum við bara að hita okkur upp eftir sjóinn, sko. Hvað eru þið búin að vera að gera hér? Það er sjór og sund og leika okkur í sandinum. Er það svona eins og að vera í útlöndum? Já. En hvað ætlað þú að gera á eftir? Að fara að leika mig í sandinum og slaka á í heitapottinum og leggja mig á teppi. Er það ekki bara yndislegt að vera hérna? Jú. Ætlið þið að vera lengi? Ég sé að þið eru að koma. Já, svona 1-2 tíma kannski. Já. Það er svo. Já. Ég sé að þið hafi verið í sólinni það er. Ekki hér, fyrsta skipti hér í sumar. Ég skil. Þannig að loksins. Þannig að við vorum bara í rigninguna á Vík. Þannig að við erum aðeins að njóta þess hérna núna. Já, hér í borginni bara dag eftir dag, sól og sumar. Já, þannig að hérna. Það var að trúa þessu. Nei, mitt, þetta er æðislegt. Við erum að gera njóta, sko. Hvað ert þú með hérna? Stóran svona kút. Já. Er þetta vindsæng eða? Nei. Nei, bara kútur. Hvert ætlar að fara með hann? Út á vatnið kannski. Hvernig pumpar hann upp? Ef við nennum að blása. Og svo ertu með nesti og allt.